Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael á Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan Samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðarmenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkuð tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að lokið verði við að rífa kísilverksmiðjuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ. Allt til reiðu fyrir umdeilt bardagakvöld sem verður haldið við Hvíta húsið í Washington í kvöld. Viðburðurinn liður í að fagna 250 ára afmæli Bandaríkjanna og áttræðisafmæli forsetans. Gott kvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að samkomulag við Íran verði undirritað á næstu klukkustundum. Fyrr í dag varaði talsmaður samninganefndar Írana við of mikilli bjartsýni á að það tækist að ljúka friðarsamningum í dag. Trump gagnrýnir árásir Ísraelshers á Beirút í morgun. Hann segir að þær hafi ekki átt að eiga sér stað, sérstaklega í ljósi þess að friðarsamkomulag sé innan seilingar. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna telur á allt á réttri leið en segist tilbúin að bregðast við með hernaði ef þurfa þyki. Well, I'm not going to say on a Sunday morning television program what we will or will not do in any context. We'll have all options on the table, and that's what we've said to President Trump and the American people and the world and the Iranians from the beginning. The entirety of the might of the U.S. War Department is prepared to ensure Iran never has a nuclear weapon. We can do it the Midnight Hammer way, we can do it the Epic Fury way, if we need to. Ólöf Ragnarsdóttir, hvað á Hegseth við með þessum hótunum? Hvað á Hegseth við með þessum hótunum? Hvað meinar hann með Midnight Hammer og Epic Fury? Já, hérna hann bara beinlínis að hóta árásum. Þetta eru heiti á hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna gegn Íran. Það Midnight Hammer, það eru árásinnar frá því í júní í fyrra sem að Trump sagðist að hafa gjöreyðilagt alla kjarnorku áætlun Írana og svo Epic Fury, það eru þessar árásir sem að hófust núna í lok febrúar. Þetta eru svona frekar misvísandi skilaboð friðarvonir frá Bandaríkjamönnum annars. Til að komast á HM og leystu þeir Ísland þar af hólmi. FH vann sinn fyrsta sigur í bestu deild karla í fótbolta í dag og IBVF hafði sætaskipti við Þór í fallsæti. Viktor Gísli Hallgrímsson varð Evrópumeistari í handbolta í dag þegar Barcelona lagði Berlín í úrslitaleik meistaradeildarinnar í Köln. Og við tökum hús á 17 ára stúlku sem yngsti keppandinn á Íslandsmótinu í torfæru í ár og smíðaði bílinn sinn sjálf. Íþróttir hér eftir andartak. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Bandaríkin og Íran hafa enn ekki samið frið og óljóst hvenær eða hvort það verður. Bandaríkjaforseti segir þó að skrifa verði undir á næstu klukkustundum. Hann gagnrýnir árásir Ísrael á Beirút í Líbanon. Boðað hefur verið til fundar innan Samfylkingarinnar eftir að félagsmenn og óbundnir jafnaðarmenn mótmæltu lögum brottvísunarbúðir í opnu bréfi. Prófessor í stjórnmálafræði telur ólgu hafa blundað innan flokksins í þó nokkur tíma. Gamla klaustrið í Garðabæ hefur staðið autt árabil og liggur undir skemmdum. Glerbrot, rusl og leifar eftir neyslu liggja þar á víð og dreif. Garðabær sem á húsið segir standa til að gera það upp. Mikil atvinnutækifæri í Helguvík eftir að lokið verður við að rífa kísilverksmiðjuna í haust, segir bæjarstjórinn í Reykjanesbæ. Fréttatíminn á enda. Við verðum næst á ferðinni í útvarpinu klukkan 10 og svo á rúv.is. En eins og landsmenn vita þá gott veður hvergi eins gott og á Íslandi þegar það loksins kemur. Þetta veit fólki sem mætti í Nauthólsvík helgina og tók daginn með trompi. Bragi Valgeirsson tók þessar myndir en fréttastofa Ríkisútvarpsins þakkar ykkur samfylgdina helgina. Verið sæl.